Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, komið þið sæl og blessuð og velkomin í Bridge-þáttinn okkar sem að, þátt sem að fjallar hugaríþróttir, oftast Bridge. En hér í næsta kafla á samstöðinni ætlum við reyndar líka að fjalla skák. Þá kemur hann Vignir Vatnars á mikli meistari sem vann Carlsen á dögunum til mín og spjallar við mig skáklistina. En næstu mínútur munu fjalla Bridge. Það heljarslóða orrusta framundan Örlygsstaða bardagi. Á morgun hefst á Laugarvatni Norðurlandamót í Bridge, þar sem við sendum 2 lið til þátttöku við Íslendingar, bæði í opnum flokki og kvennaflokki. Og mjög spennandi að sjá hvernig landsliðunum okkar mun ganga. Við fjölluðum í síðasta þætti landsliðið í opna flokknum. Og í dag ætlum við að ræða við 2 fulltrúa kvennalandsliðsins og fyrirliða þeirra. En áður en við gefum gestum þáttarins orðið, þá ætla ég að minna á það að það búið að draga í bikarkeppni Bridge-sambands Íslands og bikarkeppnin jú eitt skemmtilegasta mótið sem fer fram hjá okkur bridsurum. Og þeir sem vilja fá upplýsingar það og vilja jafnvel koma sem áhorfendur að fylgjast með leikjum eins og stundum gerist, þeir geta farið inn á annaðhvort bridge.is eða Bridge-spjallið, Facebook-síðuna Bridge-spjallið og séð hvaða lið hafa dregist saman. Þetta þannig mót að maður getur lent í því, búandi hér á höfuðborgarsvæðinu, að fara til Ísafjarðar eða Egilsstaða eða Hafnar í Hornafirði ef maður dregst ef maður fer út í leik. Þannig að þetta mjög skemmtilegt, kallar oft á ferðalög og svona hið félagslega svífur vötnum ofar í þessari keppni eins og svo mörgum öðrum ekki alveg grjótharður keppnisandi. En það verður örugglega barist upp á líf og dauða á Norðurlandamótunum eins og við munum heyra betur af síðar. Nú ég ætla líka að minna á það að það á mánudags- og miðvikudagskvöldum í allt sumar spilaði Bridge í síðumólanum, við köllum það Sumarbridge. Og þar hefur verið bara nokkurt fjölmenni, góð þáttaka. Ég hef litið þarna við nokkrum sinnum og ég hef séð glænýja spilara sem eiginlega bara nýbúnir að læra spilið og það frábært að sjá nýliða koma. Þarna getur fólk komið án þess að búa yfir mikilli kunnáttu. Þetta svona þjálfunarbúðir fyrir þá sem eru að taka fyrstu skrefin í Bridge-íþróttinni og við sem reyndari tökum vel á móti nýliðum og jafnvel hægt að aðstoða við myndun para. En Bridge skapandi íþrótt. Síðastliðinn mánudag þá var ég að spila 5 spaða og ég var eini maðurinn sem tókst að fá bara 10 slagi. En kannski var ég líka eini spilarinn sem fékk á mig vörn sem var dálítið góð. Hérna sjáum þið 2 spil, laufkóng og lauf 7. Og vörnin spilaðist þannig að andstæðingur minn á vinstri hönd, hann átti mjög langt hjarta og ætlaði að taka ás og kóng í hjarta. En makkar hans átti drottninguna blanka og trompaði kónginn og svissaði eldsnögt í lauf 7 frá laufkóng 7 og laufstaðan var þannig að ég átti drottningos 7 í blindum á móti ásnum 3. Og í tvímenningi þá virkaði þetta svolítið eins og að hann væri að spila einspili og ég nennti ekki að fara 2 niður á spili sem aðri væru kannski bara að fara 1 niður. Þannig ég stakk upp ásnum og fékk engin stig. En svona getur maður verið vakandi í þessu spili og þessi ágæti varnarspilari þarna sem var mér á hægri hönd. Þið kannski þekkið hann fyrir allt aðra sakir en Bridge-inn, Hróðmar Ingi Sigurbjörnsson, tónskáld. Hann hitti svo sannarlega á rétta tónin þarna.
En þá komið að því að kynna gesti þáttarins, verið þið velkomin, María Óla. Ekki bestu kynnið bara sjálf? Já, María Haraldsdóttir Bender. Já, þú ert að koma hérna í annað skipti í Bridge-þáttinn. Já. Og þú ert í kvennalandsliðinni Bridge. Hver er þú? Ég heiti Gunnar Björn Helgason. Já. Ég er fyrirliði kvennalandsliðsins. Já, velkomin. Og þá ert þú eftir? Já, ég heiti Guðrún Óskarsdóttir. Já. Og þú ert sem sagt landsliðskona í Bridge. Já. Þið eruð öll á liðinni á Laugavatn. Hvernig er stemningin? Mjög góð. Spennt? Spenna og Já. virkilega gaman að vera á heimavalli. Já, Já. einmitt. Við erum kannski íslenska kvennalagi ekki með marga velunagripi í farteskinu. Nei, En við erum með spilagjöfin í hjartanu og við erum með vonin í hendi. þetta er fallega orða. Já. Þannig að við förum bara glaðar á Einmitt. þarna á Laugavatn, Já, til, bara með með íslenskan andblæ í loftinu. einmitt, bara Það gamla sem Erlóan Ómar. einmitt, gamla góða brosið sem að skila á okkur heimsmeistaratitil í Já, 1991 kannski. Já. Hvað segir þú, Gunnar? Hvernig ertu stressaður? Nei, ég get nú ekki sagt það. Nei. Yfir hverjum á maður að vera stressaður. Einmitt. Er þetta fyrsta verkefni þitt sem? Nei, þetta er nú annað verkefni mitt með kvennalandsliði. Ég tók að mér að fara með það til hérna Madeira 2022 á Evrópumóti Já, og svo tók Anna Ívars við. já, En hún sagði af sér núna fyrir þetta mót til að geta að gefa kost á sér að spila. einmitt. Þannig að Mattias hóaði aftur í mig Já, til að taka við. einmitt. Og þú, Guðrún Óskarsdóttir, þú ert að spila við fyrrnefnda Önnu Ívars. Já, Þú ert að spila við Hörpufold Ingólfs. Hörpufold Já. og svo erum við með þriðja parið. Argunur og Addi. Já, Alda og Addi. Alda Gunnardóttir og Arngunnur Jónsdóttir, ekki satt? Þetta eru allt margreind landsliðspör. Já, Það hafa allar annarkvort spila saman eða í öðrum pörum margótt til íslenska landsliðið. já, einmitt. Sko, þú nefndir, María, að þið hefðu kannski ekki alltaf snúið frá sem móti hlaðnarverðlunum, Nei. en hefur íslenska kvennaliðið einhvern tímann orðið Norðurlandamestari? Já, árið 1990. Einu sinni? Já. 1990? Já, Já, með Ester og þeim. já, Valkyrjónum 4 manna. já, einmitt. Ester, hérna, Og dóttirinnar og Hjördís, já. heimsmeistari og stórmeistari og allt það. Og er þetta ekki Ester Jakobsdóttir, Jú. Anna Þóra Jónsdóttir, Jú. Hjördís Eyþórsdóttir og var ekki Valgerður. Valkyrjur, já. Já, einmitt. Þetta er rosalið þarna. Þetta er 90 og svo erum við heimsmeistara 91, skilur. Þannig að þetta var rosaleg stemming á þessum árum. Hvað var í vatninu hjá okkur? Það var rosaleg Þessi stemming árin? og mikið af spilurum og mjög gaman. Já. Já. Og eftir sko þessi afrek, til dæmis, ég man það að eftir heimsmeistaratitilinn 1991 þá stökk ég af stað. Þá þorði ég að fara inn í keppnisklúbbana og það var rosa vakning. Og ætla að hafi ekki líka verið vakning á meðal kvenna eftir að þið eruð Norðurlandameistarar. Það er ekki ólíklegt að þegar fjölmiðlar fjalla svona viðburði þá setið eitthvað af stað. Það var nú kvenna klúbbur, ég meina, Já. við vorum með margar konur á þessum árum að spila bridge. Já, já. Já, Kvennfélag, hvað hétta? Já, Bridgefélag kvenna. Já, það er nýafstaðin ásáttíð þar sem voru mættar 82 og 2 konur. Ég skilurðu. sá það. Já, og það er á hverju ári sem við náum þessum fjölda. 80 og eitthvað bridgekonur. Akkurat, og öll námskeið eru uppselt og þetta er mjög mikið, ég held þessi 70% konur, Já, skilur já, en þessar nýliðar á námskeiðin. Já, en það kannski eru á miðjum aldri og svona, Já. af því að þú veist, okkur vantar að tefla fram nýri kynslu Já, í bridginu. einmitt. Þetta er alveg magnað, sko. Ég ætla aðeins að ræða það svona undir lok þáttarins hvort spilast okkur er í hættu og hvað við getum gert til þess að enn svona miðla þessum spila anda yfir til yngstu kynslóðarinnar. En höldum áfram að ræða Norðurlandamótið. Það er tvöföldumferð, ekki satt? Jú. Já. Og þetta mót hefst annað kvöld
það ekki rétt upp úr klukkan 7? Bara 7:05 held ég að sé fyrsti leikur. Já, 7:05 fyrsti leikur. Og hverjir eru andstæðingar kvennaliðsins fyrstu? Svíþjóðin. Ekki Svíþjóð. Já. Eru fyririldin í maganum á okkur að einhver leiti ólík eftir því hver andstæðingurinn eða þetta bara, eru þið það keppnisreyndar að það skiptir engu máli? Mér finnst það ekki skipta máli. Nei. Ekki í dag, sko. Nei. Núna það bara, þú veist, þetta alveg sömu spilin sem þú heldur á hendi, 13 spil sem þú með á hendinni. Já. Alveg sama hver situr í anstöðinni. Já, það er mjög gott. Og Gunnar Björn, hvernig hefur undirbúningi verið háttað fyrir þessa keppni? Sko, eins og ég sagði það, þá tók ég kannski því miður aðeins og seint við þessu hlutverki að vera fyrirlið, þannig ég lagði upp með að pörin myndi bara vera að vinna svolítið sjálf og þétta kerfi sitt, það var svona, og svo lagði ég það upp með að fara og spila þessi helstu mót, svo Bridgesáttið, Íslandsmótið og svo fóru þær á Evrópumót sem haldið í Netimum. Já. Og það náði mjög góðum árangri, náði 5. sæti önnur íslenska sveitin. Vel gert. Sem stórglæsilegt. Þannig að maður svona spenntur að sjá hvað gerast að þessu móti. Já, einmitt. Gaf það ykkur sjálfstraust, Guðrún, að ná þessum árangri þannig á þessu Net-Evrópumóti? Já, þetta var bara mjög skemmtilegt mót. Já. Hvað gekk best, fannst þér? Hvað gekk best? Það bara að samstilla pörinu þetta. Já. Og ná árangri í sögnum og niðurstöðu spilana. Já. Og þú ættir að vera sæmilega samstillt við þinn makker, Önnu Ívarsdóttur. Hvað hafið þið spilað lengi saman? Í 29 ár, en 96, þá byrjuðu við. En hefur aldrei slæst upp á vinskapinn? Nei, við erum fína vinkonur. En oft eru nú mikla tilfinningar sem að fylgja makkerum í það breitt. Fylgir nú alltaf við borðið. Aldrei. Kemur alltaf, jú, við rökræðum og það fylgir, en aldrei þannig að við séum ósáttar. Nei, bara minniháttar gusugangur. Já. Hvað gerir þú svona þegar þú ert ekki að spila bridge? Ég lyfjafræðingur, ég vinn hjá Controland. Já, einmitt. Og þannig að þú lærði lyfjafræði. Já. Sem byggist væntanlega á lógík. Já. Og það lógíkin í bridge-spilinu sem að heillar þig? Já, mér finnst það rökhugsunin. Mitt uppáhaldsfag í gamla daga var nú alltaf stærðfræði. Já, einmitt. Og það rökhugsunin og við bæði meldingar og úrspilið. Já. Mér finnst mjög gaman að þrautum. Já, einmitt. Þannig að þetta svolítið þannig. Reiknar þið út líkurnar í huganum þegar þú ert að ákveða spilaleið eða er þetta svona meira komið í puttana að þú veist hvað er með líkum? Já, maður lærir á hvaða líkur eru, hvaða líkum maður á að fylgja. Lærir það utan að? Maður lærir það svolítið utan að. Á löngu ferli? Já, það er svolítið þannig. Já. En tekur einhvern tímann ákvörðun við borðið sem ekki byggð á bestu mögulegu lógík, heldur til dæmis, þetta dæmi sem ég nefndi áðan með Hróðmar sem á Kóngsugju í Laufi og er eldkljótur að það er svo sem það sem ég er að reyna að segja notar stundum öfuga sálfræði, ertu stundum með brellur eða spilar stundum eftir tilfinningu frekar en lógík. Það kemur fyrir, en oftast er maður að fylgja líkum, en svo þarf maður náttúrulega að lesa bara í borðið aðeins. Hvað var sagt í sögnum eða ekki sagt. Já. Þannig að maður er svona aðeins að lesa í það þetta og makkar. Já, einmitt. Nú ertu að fara að spila við skerm, ekki satt? Jú. Já. Þannig að sá eini sem getur lesið eitthvað í, það er sessunautur þinn, andstæðingur, einn. Já. Já, einmitt. Og heldur að þú munir að einhverju leyti freistast til þess að velta fyrir þér svipbrigðum andstæðingsins? Já, það er alltaf ósjálfrátt auðvitað. Einmitt, ósjálfrátt. Það sé ekkert mikið að velta fyrir sér. Ég er sammála þér. Ég held að það sé alltaf ósjálfrátt. Jafnvel hvort sem maður átti að segja á það eða ekki. Já, ég held að þetta er svona mannlegt bara eðli. Og þetta er eitt af því sem að gera bridge-spilið svo rosalega skemmtilegt.
það reynir ekki bara á lógíkina, það reynir líka á svo margt annað. Það ekki satt, María? Já. Það svona borðfílingurinn, mér fíla hann vel. Einmitt. Í hvaða þætti svona spilsins finnst þér þú vera sterkust? Það er alls ekki kerfið, en það er að spila úr sennilega og vörnin. Já, einmitt. Og vörnin, þar skiptir náttúrulega mjög miklu máli að spilarar hafi reynslu af því að verjast saman. Já, einmitt. Það er málið, sko. Já, og þú býrð að því líka eins og Guðrún að makker þinn Harpa Fold, þið hafi verið makkar nokkuð lengi, ekki satt? Jú, við byrjuðum hérna 90 eitthvað og spilum heilengi mörg ár saman þá. Já. Hættum svo og svo byrjuðum við aftur, sko. Já. Og þriðja kvennaparið Gunnar, er það búa þær einnig að langri makkara reynslu? Ég man nú ekki hvað eru búin að spila lengi saman núna. Það er kannski vitað það betur. Það eru búin að spila saman í einhvern smá tíma núna. En ég bara man ekki og rauninni veit ekki hvort það spiluðu saman áður fyrir. Vitið þið það? Það er að hafa báðar mjög mikla reynslu af öðrum spilurum. Báðar verið í landsliðum En ég hugsaði ekki verið mikið að spila saman. Nei. En þær voru þarna saman á Evrópumótinu 2022. Já. Og eitthvað fyrir það. Þær eru kannski búin að spila saman svona 5 ár núna ef ég ætti að giska, sko. Já. En báðar hafa verið viðlúðandi landsliðið bara frá þegar ég man eftir mér, sko. Þegar þú stillir upp, myndu dreifa spilamennskunni, bara Excel-skjal, svona verður þetta, eða myndu horfa til þess hvaða par er kannski mesta stuðinu og keyra meira á því, eða hvernig verður það? Sko, þegar ég tók við liðinu þá hélt ég nú langan fyrirlestur yfir þeim hvernig þetta ætti að vera og það var eitt af því sem kom inn á að ég svona tók mér það besta leyfi að láta að vita að það yrði kannski keyrt á einhverju pari sem væri að gera góða hluti og það hefur svolítið verið lenskan hjá kvennaliðinu bara að vera með Excel-skjali og stilla þessu upp. Þannig að ég tók mér þetta leyfi en ég byrja nú á því að alltaf láta það spila allar, sko, og sjá svona kannski hvernig þetta þróast. Þannig að ég er svona að reyna að hafa þetta svolítið lífandi og sjá hvernig þetta fer. Leikur fyrir hvernig uppstillingin verður í fyrsta leik, hvernig hann verður kvennaður? Nei, það er ekki búið að taka ákvörðun það. Nei. En það væri við kannski að færa andstöðinni vopn í hendur með því að... Já, kannski, en við getum kannski... Við erum látað þetta bara liggja undir radar. Já, þeir skilja nú kannski íslensku, þannig að það er nú kannski ekki miklar ágjörð þessi að... Þeir eru með njósnar að fylgjast með þessum þætti, það er verið að þýðan bara núna. Þeir verið á skandinavísk. Haldið það ekki? Jú. Það er enga að treysta. En hvaða lið er það sem að þykir sigurstranglegast eða sterkast af þessum skandinavísku liðum? Sko, sagan segir að þetta er Danmörk, Svíþjóð, Noregur eru sérstaklega Svíþjóð og Noregur eru alveg heimsklassa lið í kvennabrits. Algjörlega. Og þeir eiga bara raðir af góðum kvennspilurum. Sem betur fyrir nú Svíarnir, sterkustu sænsku konurnar, þær eru nú alltaf flúnar til Bandaríkjanna og spila þar, fá bara greitt fyrir að spila þar, þannig að þær eru ekki lengur í sænska liðinu. Nei. En ég rekna með að þetta verði svona barátta milli Svíja, Normanna og Dana og svo ef við við erum með sigurinn. Já, ef við eigum... Það byrjar. Sigurinn byrjar í hugafarinu. Við ætlum að sigur þetta mótsjáð. Já, gott hjá þér, María. Ef við, eins og ég segi, þetta er stutt mót. Það getur allt gerst. Það getur allt gerst. En svona á pappírunum það sem út að segja... Já, á pappírunum segir sagan þetta séu svona sterkustu liðin. Já, þannig að þú vilt vinna Finnland og Færeyjar. Ég vil bara vinna alla. Já. Það er ekkert svoleiðis, ég vil bara vinna alla en svo það maður kannski að horfa raunhæft á þetta líka, sko. Já.
Já, Norðurlanda þjóðurnar eru með þeim sterkast í heim. Já, veist, það er málið. Það eru þarna kvenspilarar sem eru mjög sterkir. Já, og og eitthvað af þessum konum eru eflaust að fá greitt sem atvinnumenn, sko. Það er bara eins og í öðrum íþróttum, þá er bara fólk sem er atvinnumenn, það hefur alltaf fórsköld. En það er svo skemmtilegt þetta spil að það geta allir unnið og við getum unnið öll þessi lið á góðum degi. Það er málið, sko. Veist, þetta, eins og ég segi, þetta er stuttmót og það getur allt gerst og veist, okkur ekki 2025 veist, 35 árum með heimavallar á hreyfin. Menntaskólum og Laugarvatni. Já, þessu mikla höfuð við íslenskra britsins hér á landi. Það eru óbúslega margir spilarar sem koma frá Laugarvatni. Voru hann í framhaldsskóla og bygga heimavestinni. Já, ég segi nú stundum að ég hef verið síðast íslenski britsarinn frá Laugarvatni, sko. Þú varst þar? Já, ég var þarna einu önn, ég lærði að telja punktana þarna. Já, ok. Þá, ég held að þetta er svona dáið út með þessu eina borði sem var verið að spila þarna 96. Eru leikirnir 16 spil? Já. Nei. Er það ekki? Eru 14 spil. Eru 14 spil. Nú. Þannig að þetta er 14 sinnum 5 sinnum 2. Já, að 140. Já. Það er ekki rétt. Jú, ætli það ekki. Jú. Ég er ekki svona fljótur að reikna. Og það skiptir náttúrulega sko mjög miklu máli. Segjum sem svo að ég verði ekki beinar útsendingar á BBO líka frá báðum mótum, bæði konum og opnum. Sko, ég veit nú ekki alveg hvernig tilhögun á mótinu er hjá Brittsambandinu. En það verður sýnt frá sko hverri umferð. Ég reikna með að sé bara eitt BBO borð. Já. Þannig að þá er þetta svona opni og hvenna til kannski til skiptis. Já, einmitt. En nú er ég, veist, svolítið að geti eðurnar. Já, við kannski veitum að þetta ekki alveg nógu vel á þessari. En það verður sýnt eitthvað frá hverju umferð. Já. Og bara ef þið vitið ekkert hvað við erum að tala um, kæru áhorfendur og hlustendur, þá er BritSpace Online er forritið sem við notum til þess að fylgjast með beinum útsendingum og þar sjáum við sagnir, slag fyrir slag, vörn og sókn og endilega tengjast BBO eða þið viljið fylgjast með Norðurlandamótinu úr fjarska. En sko, segjum sem svo að það er náttúrulega spenna, það er eftirvænting, það er bið, það er ferðalag á Laugarvatn, vonandi verður einhver fjölmiðla athygli fyrir utan Samstöðuna og Bændablaðið. En svo kannski sest maður við borðið og maður fer í slemmu og hún er 50% og maður hélt hún væri betri og þessi kóngur lá ekki og maður fyrir niður og kannski er fólk að horfa á mann í beinni þarna og það er að hrista hausið, þurftuðu þær að byrja á þessu. Hvernig eru þið þjálfaðar til þess að rífa ykkur áfram og festast ekki í spilasvekki? Já, ég get nú sagt ykkur það að eins og þarna í netmótinu og við endum þarna í Areli og allt það og byrjuðum á að skítappa fyrstu 2 leikjunum. Já, ok. Og meðal annars var eitt spil þar sem að, þú veist, hún var svo lengi að hugsa. Ég náttúrulega vissi það að ég ætti að setja kóngin annan í borði í spaða og hann átti að fara undir ásinn. Það er ásinn úti. Já. Annars lokast ég í borðinu. Já. Og ég var lengur búin að sjá það. Já. Og hún hugsar og hugsar og hugsar og hugsar. Og svo loksins setur hún á sinn og áður en ég vissi að var ég búin að setja lítið og ég fekk ekki að gera undo í tölvunni. Nei, ég veit ekki. Og veitir það, þetta var hræðilegt, ég var 2 dán í spili sem að leikskólabarn hefði staðið. Já, einmitt. Ekki skemmtilegt. En náður þér aftur á strik? Já. Greinilega, en það er 5. sæti. Hvað varstu lengi? Já, þú veist, Harpa makkari minn, hún er svo ólík mér. Hún gleymir bara svona mistökum, skilur. Sem er náttúrulega besta. Og hún minni mig alltaf á, Marja, næsta spil. Já. Því ég á það til að vera svolítið lengi að jafna mig, sko. Já. Þess vegna er ég að spyrja. Og það eyðileggur næsta spil ef ég hugsa of mikið mistökum. En nú máttu ekki hugsa þannig. Nei, ég veit það. Enda er ég búin að reyna andlega undirbúa myndir það, sko. Já, ég ætlaði að velta því upp í hverju felst góður andlegur undirbúningur fyrir svona mót. Hann fæst í bara hugsuninni. Já.
eins og ég sagði áðan að sigurinn byrjar í hugafarinu. Já. Ég sé það fyrir mér að við erum upp á palli að taka við velunum, skilur. Já, mjög gott. Hvernig nær þú einbeitingu? Ég reynir bara að slaka á. Já. Það er ekki að stressa mjög mikið á mistökunum. Það eru alltaf einhver úrslit hinum megin sem að maður veit aldrei hvernig eru. Hvað er að gerast á hinu borðinu. Já. Og það er bara næsta spil. Já, og þetta er ekki eins alvarlegt og þú framvísir röngu lifi. Nei, nei. Sem betur fer. Það deyr enginn. En maður er alveg 3-4 vikur að jafna sér eftir svona mótskilur. Það fer svo mikil orka samt í þetta, finnst mér. Sko. Líkamlega og andlega. Já. Það fer rosalega líkamlega. Þó svo maður sé reyna að temja sér einmitt þetta. Vera rólegur. Þetta er bara spil sem er bara svona og En reyndur eitthvað að hlúa þessum þætti í þjálfuninni eða undirbúningi mótsins? Nei, ég kom ekkert inn á þetta. Nei. Þið hefði ekki fengið neina verðluna sálfræðinga til að flytja fyrirlestra. Eitthvað svona. En þetta skiptir mjög miklu máli. Þetta getur skipt gríðarlegu miklu máli. Sérstaklega þetta, sko, taka ekki síðasta spil inn í næsta. Það er alveg, þetta er bara... Þetta er stór þáttur en þetta er rosalega erfitt. Þetta er erfitt. Og veist, bara á hverju var ég að gera þetta eins og einhver vitlýsingur, sko. Ég veit betur. Maður veit kannski betur. Svo er maður að berja sig niður fyrir þetta. Þetta er... Og núna eru þið, sko, þeir eru fulltrúar, þeir eru í landsliðinu. Þeir eru fulltrúar Íslands alls og Íslendingar að horfa á okkur kannski og þeir finnir náttúrulega fyrir pressu, þrýstingi og ykkur langar svo til þess að laga aftur það sem fór úrskeiðis í spilinu og eftir færa Íslandi aftur stig en það er kannski ekki rétt að hugafarið sko. Bara áfram, látum eins og það hafa aldrei gerst. Sjaldnast er það málið að taka afbrigðilegt spil á eftir vonduspili, það er það? Nei, það enda nú yfirleitt sko, ef þú fer að taka eitthvað svona abnormal, þá enda það nú yfirleitt út í skurði sko. En veist, það getur heppnast en líkindi segja bara að það endi eitthvað starf út í skurði sko. Sko, hvert er þitt forte, Guðrún, í spilinu? Hvað meinarðu? Ég meina, finnst þér þú sterkust í úrspilinu eða ertu varnarspilari á Guðs náð, ertu góð í útspilum? Hvað er það sem að þér finnst þú hafa helst í brunns að bera? Mér finnst erfitt að ákveða eitthvað eitt sko, en úrspilið, mér finnst það alltaf svolítið skemmtilegt. Mér finnst það svona sem ég er frekar góð í, myndi ég segja. Já, þú er oft farið illa með mig. Svo ég fá nú kannski aðeins að skjóta henni inn í sko. Guðrún sko, hún er stálminnug og ég man ekki eftir að hún hafi sem sagt farið út, sko, ég nú margótt spilað hana og ég man ekki eftir hún hafi farið út úr kerfinu þar sem hún gleymt hvað sögn þýðir. Já, ok. Það er mjög sterkur þáttur hjá henni. Sko, að muna kerfi sem getur verið mjög mikilvægt. Hún er fíllinn í liðinu þegar kemur að þessu minni. Já, það er alltaf einn af hennar styrkleikum. Sko. Já, ég veit. Þú bara blikka mig. Já. Kemur fyrir að þú gleymir sagvinni? Já. Það gerir það nefnilega. Það er bara alveg, sko. Og það er alveg, sko. Og meiri sé að hún skynjar það að hún harpa nákvæmlega þegar ég gleymi hvað þetta þýðir. Já. En ég lesi þetta náttúrulega aftur og aftur og maður er með svona minnispunktana alveg sér fer yfir þetta aftur og aftur og að því Gunni var að bæta við hjá okkur sko, svona ýmsum mjög sniðum framhald af yfirfærslum eftir Grand og og þetta les ég bara alveg aftur og aftur náttúrulega þetta fer inn en eins og Guðrún og Anna Ívar sko, þar eru með svo rosalega flott kerfi síðan, þú veist bara ég held að er ekki heil bók. Jú, þetta er búið að þróast á mörgum árum en við erum alltaf mjög vel samrættar. Er þetta standardgrunnur? Já, standardgrunnur með ýmsu ívafi. Já, það spila allar standardgrunn. Já, einmitt. Líka þriðja parið. Já. Yfirfærslukerfi
Nei. Það er gamli góði standardin. Já. 2-1. Já, einmitt. Já, ég vona að ég ná að fylgjast með mörgum spilum frá ykkur þessa helgi. Mótinu lýkur á sunnudag, ekki satt? Já, þá veitum við úrslitin. Vonandi bara hitti þið næst og þú þá með gullið, María. En við vorum að ræða fyrir þáttinn hérna fram í kaffistofu áður en við hófum þetta spjall. Þá vorum við að ræða það að þú hefðir hitt unga manneski sem að spurði, hvað er bridge? Já. Ég var nú svolítið mikið í sjokki bara eftir það, sko. Sorgi í hjartan. Já. Það var sem sagt útskriftarveisla hjá barnabarninu mínu. Já. Og frá MR, það voru nokkru nýstúdentar þar. Já. Og ég var að tala við þau all og æðislega gaman að tala við þau og tala bridge og svona. Og svo var hann einhugguleg og velgefin stúlka og hún alveg, þegar ég var að tala þetta við hana, hvort hann ætlaði ekki að fara í þetta bara. Ha? Bridge? Hvað er það? Hvað er það? Ég ekki að djóka, hún vissi ekki hvað það var. Já. Ég held að hefðu langflestir framhaldsskólanemar vita svarið við spurningunni fyrir svona 20-30 árum. Er það ekki sammála því? Jú, örugglega flestir. Já. En svo var ég að tala við stráka þarna, skilur, þeir vissi alveg spilið. Því pappið þeirra hafi spilað. Já, erum við með einhverja tillögu að því, sko, hvernig við getum aftur aukið vinsældir spila stokksins hjá yngra fólki? Ég held að þetta sé nú eins og með margt annað að þá líka þetta svolítið hjá foreldrum að spila við krakka. Já. Ég held að það sé nú alltaf svolítið sterkt. Já. Og ömmum og öfum að spila við krakkana, barnabörninu. Já. Að halda spilum að fólki. Já. Ekki bara láta þau fá iPadinn og farið í ykkur að leiki. Og það er náttúrulega, sko, ef við förum 30 ára aftur í tíman eins og eða kannski aðeins lengra þegar ég alast upp, þá eru tölvurnar að koma fyrst inn. Og það er náttúrulega, það er afþreying sem tekur rosalega mikið frá spilinu. Það er bara þarna heill heimur sem var ekkert til fyrir 35 árum. Og það er rosalega þægileg afþreying fyrir foreldra. Hérna fáðu bara iPadinn. Þetta hefur eins og þið bendið á einmitt leið mikið í fjölskyldum. Það var pabbi þinn sem kendi þér bridge, ekki satt? Jú, byrjaði þannig. Já. Og svo var mjög mikið spilað við mig sem krakki og þar byrjar þetta. Fólk þarf að hafa gaman að því að spila. Önnur spil. Flestir byrja þar. Og þeir sem hafa gaman að spila, þeir ættu að byrja að læra bridge. Og það er ágætt, sko, að minna á það, kæru áhorfendur, að það skiptir ekki máli hvort þú færið vond eða góð spil í bridge. Það snýst ekki að fá ásakónga og drottninga, heldur samanburð við aðra, þannig að heppnisfaktorinn er mjög lítill í bridge við getum stilt bridge-íþróttinni upp við hliðina á skák, hvað það var þar. En sko, ég er að veltaði fyrir mig hvernig náum við til fjölskyldna sem er engi bridge-spilari en kannski einhver svona áhugi. Við erum náttúrulega reynt að til dæmis vekja áhuga fjölmiðla í auknum mæli. Það hefur ekkert gengið rosalega vel, finnst mér núna síðustu árin. En það er ekki verið af svona valkostur í skólunum líka? Jú, sem það er orðið. Þetta er orðið það. Bridge-sambandið býður upp á kennslu í ákveðnum framhaldsskólum. Það hafa verið að koma krakkar, en sjálfsögur vill maður sjá fleiri, en það er að sá þessum fræjum. Það snýst svolítið það. Já, einmitt. Ég held að muni líka hafa jákvæð áhrif á bridge-hreyfinguna og bridge-keppnislífið. Svo menningabreyting sem hefur orðið við borðið, að þetta er náttúrulega fólk, nýjir spilarar upplifa sig velkomna núna, sem var kannski ekki alltaf fyrir einhverjum áratugum. Það hefur aðeins breyst. Það hefur breyst mikið. Mjög mikið. Og námskeiðin, þetta er allt uppselt og það er búið mikið svona hjónum að fara
einmitt. Og konum eins og þú sagðir áðan. Og ég hef sko heyrt konur segja að þær fari á bridgenámskeið ekki bara til þess að vera bridgespilarar, heldur líka vegna þess að það hjálpi þeim að taka ákvarðanir. Að í bridgesinum ertu endalaust að taka ákvarðanir. Og við vitum að við lifum ennþá í karllægri veröld með karlagildi og það aðeins stærri ákvarðan kannski fyrir konu að taka stóra ákvarðan heldur en kall. Það ennþá ekki fullt í jafnrétti og þetta finnst mér líka áhugaverður punktur. Já, vissulega, sko, maður alltaf að taka ákvarðanir í bridge og þær hafa afleiðingar, kannski ekki stórar afleiðingar, stendur maður samningin eða ekki. En þetta svona þjálfa mann til að taka, að þora að taka ákvörðun. Þú getur ekki bara setið og hugsað og svo gerist ekkert. Þú þarft að taka ákvörðun. Alveg saman hvort hún sé slæm eða góð. Og þú reynir bara að taka ákvörðun út frá þeim upplýsingum sem þú hefur. Bara eins og í lífinu. Þannig og svo skilur maður ekkert í okkur maður tók ranga ákvörðun. Og þetta náttúrulega endalaust adrenalínbað sko, sem fylgir öllum þessum ákvörðunum. Já. Eins og ég segi, maður ekki þreyttur meðan á mótinu stendur. En þetta kemur allt eftir á. Maður getur verið alveg búinn. Búinn á því, sko. Og líkamlega formið skiptir miklu máli, sagt. Það skiptir mjög miklu máli. Þetta verður spennandi. Ég hlakka til að fylgjast með ykkur og auðvitað segjum við áfram Ísland og við vonumst til þess að allt muni ganga vel helgina. Kæra þakkir fyrir að koma. Takk sömuleiðis. Takk sömuleiðis. Öll þrjú. Og við erum ekki búin að skilja við hugar íþróttir í þætti kvöldsins. Hér á eftir kemur ungur maður, glæstur skákmeistari sem vann Carlsen á dögunum. Ég ætla að ræða við hann þá viðureign og ofurmenni og undrabörn í skák bara eftir andartak, ekki fara langt. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.